Jæja, góðan daginn, komið sæl. Takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Viðar Halldórsson, ég hef verið hérna áður. Ég starfa í Háskóla Íslands, ég lektor í félagsfræði. Og í mínu starfi í Háskóla Íslands þá er ég mikið að skoða og rannsaka uppbyggilegt umhverfi árangurs á ýmsum sviðum. Hvort sem við tala í íþróttum eða á öðrum sviðum og hverjar eru forsendur og félagsleg uppbygging af þessum þáttum. Ég hef einnig starfað á síðustu 13 árum sem svona ráðgjafi á þessum íþróttamarkaði og fyrirtækjamarkaði kannski líka. Það sem ég svona starfa við það að hjálpa íþróttaliðum að árangri, starfa með íþróttasamböndum og sérsamböndum og íþróttafélögum að byggja með stefnumótun, að byggja stefnu og annað slíkt. Og það er svona mitt hlutverk að koma slíkum þáttum. Ég hef verið fenginn hérna frá hreyfingunni til þess að vinna eins í nýliðunarmálum og kom hérna í fyrra því tengt. Það er svona það sem að mjög okkar að fjallum hérna, nýliðun og ímynd hestamennskunnar í fáum orðum. Leikreglur. Það er ekki skipst á veðum þegar menn er að skiptast á svona. Þetta byggir á trausti. Samfélagið byggir á trausti. Og ef ykkur brýtur trausti og tekur skartgripuna og fer maður eitthvað allt annað, þá er hann bara svona útskúfaður svolítið úr samfélaginu. Það er gert ráð fyrir að allir hegði sig vel og það er gert ráð fyrir að allir taki þátt og séu svona taki þátt í þessu samkomulagi, þessu óskráða samkomulagi sem er búið að setja á laggirnar. Og það gera það allir. Vegna þess að félagsauður er eitthvað sem er mjög dýrmætt og hann gerir okkur kleift að ná markmiðum okkar og ná árangri, en hann byggir algjörlega á trausti. Slíkum þáttum. Ég fékk þær upplýsingar, til dæmis, eftir að þessi spurningalistakönnun kannski gekk ekki eftir, að það hefur verið tvennt sem að félögin hefur sett fyrir sig. Annars vegar var það, og ég leyfi mér að kasta fram ákveðnum spurningum, ég er ekki inn í þessum málum sem slíkur, en ég hef heyrt af þeim og ég ætla ekki að taka neina afstöðu til þeirra, en ég set þessar spurningar fram fyrir ykkur sem hér eru. Hver er ímynd hesta íþróttarinnar? Er áhersla á sameiginlega hagsmuni eða sérhagsmuni innan hreyfingarinnar? Einkenna samskipti af samræðum eða upprópunum? Einkenna samskipti af virðingu eða hroka? Ríkir samstæðu eða sundrung? Og ég er í engan hátt get tekið afstöðu til þessar reglna, því getið það fyrst og fremst. En þetta er svona dæmi það sem að er kannski getur verið fráhrindandi í félagasamtökum að ef að þau snúast aðra hagsmuni en hagsmuni heildarinnar, ef ekki eðlileg samskipti, ef það einkennast að hroka og öðru slíku, þá hrekur það fólk í burtu. Og ég veit svo sem ekkert þetta, en það eru ákveðnar vísbendingar sem ég hef að það sé kannski ekki alveg allt með felldu, til dæmis vegna þess að það var ekki hægt að treysta því að við færum með gögnum þessa spurningalista. Og ég fór að googla þetta og sá að það var búið að gera ritgerð í Háskóla Íslands, BA-ritgerð, sem fjallaði þetta, hvað ræður því að aðalinn hestamennskunnar geti ekki unnið saman. Sem er ákveðin vísbending það sé kannski ekki alveg allt með felldu og menn þurfa kannski aðeins að líta eitthvað í það áttir. Þannig að staðan er þessi, ef að það er svo að það er einhverjar brotalamir í kerfinu, það er ekki hægt að fá upplýsingar til að vinna uppgangi hestamennskunnar eða vara nýliðun í aðra hluti, ef það er eitthvað sem gerir þetta verkum að hagsmunir eru ólíkir og það gerist oft ef menn geti ekki unnið saman, þá eru ákveðnar brotalamir í þessari mynd sem við viljum teikna upp. Að gera hestamennsku eftirsóknarverða, að gera hana fallega, að gera hana jákvæða, það sé gaman að koma að starfvinnunum, þá vantar einhver púsl í púsluspilið, þannig að myndin verður brothætt og almenningur fyrir átta sig á því, þeir sem vilja taka þátt átta sig á því. Ég ætla ekki að vera sjálfboðið í þessi að taka þátt í þessu. Í þessu samhengi og ég sem félagsfræðingur, þá er mjög mikilvægt að átta sig á nokkuð hlut. Sjónarhorn félagsfræðinnar gengur út á þetta. Af hverju helst samfélagið saman? Af hverju virkar samfélagið? Af hverju eru ekki bara all einstaklingar sem eru bara einhvers staðar og bara hugsa eingöngu eigin hag? Félagsfræðin segir, og það sem félagsfræðin kennir okkur, er það að það er mikilvægt að einstaklingar hefji sig það að geta sett sig í spor annar, séð annarra sjónarhorn, sett sig í spor annar, sem var á í samræðan við. Það merkir það að við þurfum að geta tamið okkur það að ræða saman, sett okkur séð aðra hagsmuni, komist að sameiginlegum niðurstöðu og þess vegna virkar samfélagið, þessi fólk getur þetta almennt og þess vegna virkar samfélagið. Vegna þess að fólk kemst að einhverju samstöðu og verður sammála einhverju hluti. En með því að setja sig í spor annarra, það kemur í veg fyrir
að okkar gildismat stjórni öllu sem við gerum, það kemur í veg fyrir fordóma og annað slíkt. Ólympíuleikarnir eru 1896, voru endurreistir 1896 af Baron Pierre de Coubertin, frönskum aðalsmanni. Þeir voru ekki settir upp sem íþróttakeppni, þeir voru einmitt settir upp með þetta leiðarljósi til að einstaklingar sem kæmu á Ólympíuleikana var að keppa, myndu kynnast menningu annarra þjóða, myndu draga úr fordómum, myndu draga úr stríðsátökum í heiminum og svo framvegis. Þetta er forsenda nútíma íþrótta sem voru settir upp við Ólympíuleikunum á sínum tíma. Og í því samhengi þá tek ég oft dæmið viðhorf fólks. Viðhorf fólks til að setja sig í spor annarra og til að ná þessum sameiginlegum hagsmunum, ná þessum sameiginlegu sýn sem að gerir íþróttina betri. Og hún bollana 4. Það má segja að það má almennt skipta viðhorfi fólks til að læra nýja hluti og til að bæta sig eða bæta stemningu, í nokkrar þætti. Myndlíking við bollana 4 á hérna ágætlega við, en hún gengur út á það að við erum að reyna að hella vatni í bollana. Hreinu, tæru, köldu vatni. Vatnið eru upplýsingar og þekking sem geta bætt okkur, sem geta bætt fyrir, svo við getum náð meiri árangri. Það sé hversu vel bollarnir taka við vatninu, mælikvarði á það, hversu vel gengur, hversu mikið upplýsingum og þekkingu við getum safnað. Fyrsti bollinn, hann snýr á hvolfi. Hann er á hvolfi. Alveg saman hvað ég helli miklu vatni, það fer ekkert inn í hann, ekki neitt. Það gefur engin í þekking til, engin í skilningu til, en eitt slíkt. Það er eins og að vera að lesa bók og fletta bók og fatta svo ég vissi ekkert hvað hann var og muna ekkert hvað var. Bara maður bara flettinn og maður ekkert að hugsa að það síaðist ekkert inn. Bollinn nr. 2, hann snýr rétt, það er gat á botninum á hann. Það gefur það verkum að vatninu sem er hellt í hann, það fer út hinum megin. Ég sé það, ég kannski sitja á fyrirlestri og er kannski að hlusta, en ég heyri ekki neitt hvað er að gera. Ég næ ekki að átta mig á hvað er í gangi og það er mjög lítið sem situr eftir, það er bara nokkur dropar sem sitja eftir í þekkingunum minni. Þriðji bollinn, hann snýr rétt, það er ekkert gat á honum, hann er skítugur. Þannig að allt vatn sem helltir í bollan, það verður gruggugt, skítugt. Og það er dæmi þá sem að og við erum mjög oft í þessu og ég persónulega gerir það mjög oft sjálfur, sérstaklega í stjórnmálum, og tökum við þá þau atriði sem að henta okkar málstað, hlustum á þau og tökum þau, við hunsum öll mótrök. Við tökum ekkert mark á því sem að rök sem eru á móti okkar málstað, það er séu góð og gild. Og maður sér þetta í daglegri umræðu, maður sér þetta á Facebook, það eru sumir aðeins sem setja allt með sínum málstað en minnast aldrei á mótrökin. Þá er maður með mjög einhliða þekkingu og það maður ekki að setja sig í spor annarra og reyna að sjá annarra sjónarmið. Fjórði bollinn er aftur á móti heill, hann snýr rétt og hann er hreinn og hann getur fyllst af miklu vatni og það eru þeir sem kannski meðtaka rök með og móti, reyna að setja af stað sameiginlegu og leysa málin og reyna að öðlast meiri skilning og þekkingu og sátt á því sem við erum að gera. Í tengslum við þetta getum við lært ýmislegt af árangursríkum liðum. Ég er búinn að stúdera þau sérstaklega. Íslenska handboltalandsliðið, Evrópumeistara Gerplu í hópfimleikum og núna síðast fótboltalandslið, knattspyrnulandslið karla í fótbolta. Það sem þessi lið eiga sameiginlegt er ákveðin vinnubrögð, það er ákveðin skilningur og sem hefur ekkert alltaf verið til staðar. Knattspyrnulandslið Íslands sem hefur búið að vera mjög dapurt, það var í einhverju 150. Sæti á styrkleikalista FIFA fyrir einhverjum örfáum árum, en nú er komið upp í 40 eða eitthvað, manni hvað er. Það verður stórkostleg breyting. Af hverju? Jú, það er vistanlega bara önnur vinnubrögð. Það er allt önnur nálgun og það eru allt aðri hlutir í gangi. Það er miklu meiri fagmennska. Þjálfarinn Lars Lagerbäck sem við sjáum hérna, hann vinnur akkurat með svona, það er rosalega liðsett, fórnfísi í liðinu, alls konar hluti. Alltaf þegar hann er hrósa eftir leiki, hvað gerir hann? Hann setur hrósið annað. Eftir annan eða þriðja leiki sem að íslenska landsliðið spilaði undir hans stjórn og skipta hann inn á leikmanni þegar á 20 mínútur eftir sem skoraði svo sigurmarkið eða þriðja markið eitthvað slíkt. Og í viðtalinu eftir leikinn var það var frábært hjá hann að skipta þessu leikmanni inn á. Vitið hvað hann sagði? Ég átti enga þátt í aðstoðarþjálfara, hann nuðaði í mér hérna í 10 mínútur korter að biðja mig að bað mig að skipta þessu mann inn á. Ég ætlaði ekki að gera það. Hann á algjörlega þetta skuldlaust. Eftir síðasta landsleik þá var verið að hrósa honum. Hvað gerði hann? Sjúkraþjálfararnir og læknarnir unnu kraftaverk á milli leiki. Þeir komu Gylfa Sigurðssyni í stand og þessum og hinum. Það er þeir sem eiga stærstan hluti í þessum sigrum. Það var að dreifa þetta, það var engin hroki, það var auðmýkt, það var skilningur á því að allir hafa hlutverk í hreyfingunni.
En auðvitað þetta ekki alltaf svona og í þessum rannsóknum sem ég hef gert á þessum íþróttaliðum þá oft átök og það oft hlutir í gangi. Þarna ætlum ég að nota aðra félagsfræðikenningu sem myndlíkingu. Irving Goffman félagsfræðingur tala að lífið væri eins og leikhús. Við erum alltaf í félagslegum samskiptum að leika í leikriti. Við erum í einhverjum hlutverkum. Ég hérna sem fyrirlesari og það einhverjum aðrir í einhverjum hlutverkum. Við erum alltaf að setja okkur í einhver hlutverk. En það ekki það að við erum alltaf þannig. Núna ég bara á sviðinu, í leikhúsinu, alveg eins og þig, í öllum okkar samskiptum, þá erum við að taka þátt í einhverju leikriti. Bak við tjöldin, baksviðs, gerast aftur úti aðrir hlutir. Ég ekkert eins hérna eins og ég heima hjá mér, einn með sjálfum mér. Eða þið ekkert eins hérna eins og einn með sjálfum mér, endilega. Og þessum íþróttaliðum sem ég skoðaði, þá kom akkurat þetta í ljós. Að baksviðs, þá gerast ýmsir hlutir. Það eru átök og það barátta. Afreksíþróttamenn eru egóistar. Þeir eru að keppa við hvern annan og bara berjast sæti í liðinu og allt þetta sem í gangi og berjast að fá meiri tækifæri inn og meiri spiltíma og allt þetta. Það fullt af hlutum í gangi baksviðs. Það sem gerist í þessum liðum að þeir eru koma á völlinn og út á við, þá eru þau bara ein heild. Þá standa þau saman og virka sem liðsett og virka sem að menn séu heilir í því sem að gera. Þeir virka samfærandi. Þeir eru að leggja sig 100% í þetta, þeir eru búin að ákveða eitthvað skipulag, sumir byrja inn á, aðrir ekki og svo framvegis. Og hvað gerist með góðu lið? Jú, fyrsta lagi náðu árangri og öðru lagi skapaðu svakara stemningu í kringum sig. Það að handboltalandsliðinu vel, gerplu gengur vel, fótboltalandsliðinu, það fara fullt af krökkum að æfa þessar íþróttir. Það eru fullt af fólki sem kemur inn og vil vera sjálfboðaliðar. Það eru fullt af styrktaraðurum sem hlaupa til og vilja styrkja og taka þátt í þessu og samsama sig með þessum jákvæðu íþróttaliðum og íþróttahreyfingum. Vegna þess að þau standa fyrir eitthvað sem eftirsóknarvert. Þau standa fyrir eitthvað sem að fyrirtæki vilja styrkja. Þau standa fyrir það að einstaklingar, það gaman að starfa í svona umhverfi. Það sem að þjálfarinn hrósar öllum í kringum sig. Það sem ekki verið að láta alla heyra það, hvað þetta er. Það einkennir þessi lið, það einkennir þessi bestu. Þau gera það verkum að það miklu auðveldara fyrir fólk til að starfa fyrir þau, peninga inn í starfið, ungliða starfið og svo framvegis. Og ég segi þetta oft í fyrirtækjum, við getum lært mikið af íþróttaliði sem ára. Vinnubrögð, hvað gerist baksviðs og hvað gerist fyrir framan alþjóð. Á formannafundinum, þá ræddum við með þessi mál. Hvernig getum við stuðlað að lífinu, aukið sjálfboðaliða, aukið samheldni, skapa jákvætt andrúmsloft út til árangursríkari hefð íslenska hestarins. Og ég veit svo sem ekkert hver árangurinn hefur verið, en það voru vinnuhópar sem fóru af stað sem að unnu með þessa hluti komið fullt af frábærum hugmyndum. Ég veit að einhverjar hafa gengið í gegn kennsla fyrir börn sem að stíga sem fyrstu skrefi við heyrt að hafi gefist vel og hafi verið jákvætt. Fullt af hugmyndum hvernig við getum fjölgað sjálfboðaliðum, fullt af hugmyndum hvernig við verðum að auka samheldni og fullt af hugmyndum hvernig við getum gert árangursríkari hefð íslenska hestarins. Þannig að verkefnið alltaf þetta. Alveg saman hvernig. Það að skapa góða hefð, það að skapa gott hjónaband. Það erfitt að vera í hjónabandi, við þekkjum það öll í það sambandi. Það kostar vinnu og það kostar fórnir og það kostar skilning á báða aðra. En almenningsstarfið, uppeldisstarfið og afreksstarfið eins og hjónaband. Að græða báðir ef að hjónabandi gott, en það þarf að vinna í því að hjónabandið verði gott. Takk hérlega fyrir mig.